Á vefsjá Minjastofnunar má finna upplýsingar minjar í landinu, þar með talið staðsetningu og umfang fornleifa, húsa og mannvirkja sem njóta verndunar samkvæmt lögum menningarminjar. Vefsjáin er opin öllum og geta upplýsingar á henni nýst til dæmis almenningi, fræðafólki og framkvæmdaraðilum. Í hægra horni vefsjárinnar er hægt að kveikja og slökkva á mismunandi gagnalögum. Hér er til dæmis kveikt á lagi sem sýnir umfang fornleifaskráninga, en einnig er hægt að skoða umfang húsaskráninga og staðsetningar á fornleifarannsóknum. Stærstu gagnalögin eru svo fornleifar og hús og mannvirki. Núna eru sýnileg tákn fyrir fornleifar og hús og mannvirki, en mismunandi litir á táknunum merkja hvort að húsin og fornleifarnar séu friðaðar, friðlýstar eða teljist til yngri minja. Friðuð hús og mannvirki sem merkt eru með svörtu tákni á hvítum bakgrunni eru þau hús sem byggð eru árið 1923 eða fyrr. Friðaðar fornleifar sem merktar eru með svörtu R-i á hvítum bakgrunni eru þær fornleifar sem eru 100 ára eða eldri og njóta þar af leiðandi sjálfkrafa aldursfriðunar. Friðlýst hús og mannvirki og friðlýstar fornleifar sem merkt eru með hvítu tákni á svörtum bakgrunni njóta síðan sérstakrar verndunar samkvæmt lögum. Yngri minjar sem merktar eru með hvítu M-i á brúnum bakgrunni eru svo minjar sem ekki njóta verndunar samkvæmt lögum, en hefð hefur skapast fyrir að skrá sérstaklega og er þar stærsti minjaflokkurinn herminjar. Hægt er að sía þau hús og fornleifar sem sýnd eru á kortinu hverju sinni, til dæmis eftir tegund eða mismunandi friðun. Valið er síutáknið fyrir aftan heiti lagsins og eigindi valið í fremri reitnum og gildi í þeim seinni. Hér vel ég friðað, friðlýst sem eigindi og haka svo í viðeigandi gildi, 1 eða fleiri. Núna er ég til dæmis með sýnileg á kortinu öll friðlýst hús og mannvirki og friðlýstar kirkjur á landinu. Hið sama er einnig hægt að gera fyrir fornleifarnar. En þar ætla ég að velja fyrst hlutverk sem eigindi og rétt sem gildi. Þá eru sjáanlegar á kortinu allar skráðar réttir í landinu. Ef ég svo bæti við nýrri síu, get ég valið tegund verndunar sem eigindi og friðlýst sem gildi. Og þá eru eingöngu sýndar friðlýstar réttir. Hægt er að fjarlægja síuna með því að ýta á hreinsa-hnappinn. Hægt er að þysa inn á kortið til að komast nær ákveðinni staðsetningu og færa til kortið með því að halda inni músatakkanum. Einnig er hægt að notast við leitina, en þá er leitað í örnefnagrunni Náttúrufræðistofnunar. Þar er staðarheiti slegið inn og það síðan valið úr listanum og færist á kortið á þann stað. Eftir því sem þysjað er nær á kortinu birtast uppmælingar, en hér má sjá leifar fornbýlisins Þórhallakot. Sjáanleg er bæjartóft með bæjarhól í kring, myndarlegur túngarður og leifar ýmissa útihúsa. Þegar ákveðin uppmæling er síðan valin birtast frekari upplýsingar, svo sem sérheiti, aldur, heiti jarðar og svo framvegis. Einnig er hér hægt að opna skýrslu viðkomandi skráningar og fá þar frekari upplýsingar. Við hvetjum þig til að skoða vefsjána og skoða frekar það mikla magn upplýsinga sem þar er að finna fornleifar og hús og mannvirki í landinu.